Emstrur eru lítið afréttarland norðan Mýrdalsjökuls. Jarðir í Hvolhreppi hinum forna hafa upprekstrarrétt sinn á afréttinn, en Hvolhreppur er þéttbýlið Hvolsvöllur og bújarðir sem umliggja það innan sveitarfélagsins Rangárþing eystra. Frá árinu 1990 hafa emstrur verið friðaðar fyrir beit og hefur sauðfé ekki verið rekið með skipulögðum hætti á afréttin síðan þá. Hefur þessi friðun skilað gróðurframvindu á afréttinum utan þeirra svæða þar sem enn er nokkuð sandfok. Það má búast við því að endurheimt gróðurlenda og náttúruleg gróðurframvinda á jafn gróðursnauðu landi eins og emstrum tekur langan tíma. Að sama skapi eru emstrur þó nokkuð hátt yfir sjó og mestu leyti ofan 400 metra en gróðurframvinda er hægari þeim mun hærra sem er á land komið. Frá árinu 2015 hefur Rangárþing eystra fengið styrk úr landbótasjóði Landgræðslunnar og unnið að uppgræðslu á afréttinum og þannig unnið að því að auka og hraða gróðurframvindu á svæðinu. Einnig hafa félagasamtök og einstaklingar unnið að uppgræðslu á völdum stöðum á afréttinum. Ég er mjög stolt að taka á móti þessum verðlaunum. Við erum nú að móttaka þau fyrir uppgræðslu og friðunarverkefni á emstrum sem er afréttur Hvolhreppinga. Það er búið að vera verkefni í gangi í áratugi og hefur tekist vel til. Emsturnar eru mjög viðkvæmar fyrir öskufalli og eru í ansi mikilli hæð. Það er hætta við öskufalli þannig bæði í Heklugosum og Kötlugosum. Þannig að þetta er mikilvægt verkefni til framtíðar að þarna nái að verða gróðursælt. Og einhverjar áætlanir framtíðina og emstururnar, hvað þetta var þar? Já, við viljum bara halda áfram okkar friðun og uppgræðslu eins og kostur er. Og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem við fáum þessi landgræðslu verðlaun. Ég má nú til með að minnast á það að Hvolsskóli fékk verðlaunin fyrir nokkrum árum síðan fyrir vistheimta verkefni sem nemendur koma að, mjög spennandi verkefni. Þannig að þú ert tekin út af sveitarstjórnarfundi og nú ert að finna allt bara inn aftur og heldur að menn fagnir ekki bara þú kemur með verðlaunin inn? Ég efast ekki það, það er allir mjög glaðir enda er þetta samstarfsverkefni Landgræðslunnar og Rangárþings eystra og auðvitað eru allir íbúar sem eru þá hluti af því.